Byggjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika. Að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpað okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Stella var mikill grúskari, las og notaði iPadinn óspart, vildi vita nöfn á öllum fjöllum, bæjum og dölum. Hún þekkti að orð er þekking og með orðum opnast heimurinn á ævintýralegan hátt, beint fyrir framan okkur. Fyrri ritningalesturinn er því úr Síraksbók og fjallar speki, traust og orð og hljóðar svo. Orð eru til alls fyrst og áform undanfarin allra verka, hugurinn er upphaf allrar breytni og fernt er frá honum runnið. Gott og illt, líf og dauði, en ávallt hefur tungan það allt á sínu valdi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. First
Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi að hann skyldi vaka yfir bæði dauðum og lifandi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. sem hljóðar svo í Guðs nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig, í húsi Guðs eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið.
Enginn kemur til Guðs nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Friður Guðs sé með okkur öllum. Við lifum hina fallegu síðsumar tíma þessa vikurnar. Ljósið og litirnir eru svo fallegir og náttúran er í blóma. En þið eru hingað komin til þess að kveðja mæta konu sem skipaði stóran sess í lífum ykkar. Sorgin er mikil, en gleðin og þakklætið einnig svo nærri. Gleði yfir því sem var og þakklæti fyrir allt sem lifir áfram. Þannig er líf okkar. Það er fullt af mótsögnum og dýpstu sorgir mæta stundum hinni mestu gleði og grund er þar á milli. Eitt af því stórkostlega sem við manneskjur og samfélag getum gert er að hætta aldrei að dásama það fólk sem kennir okkur að elska skilyrðislaust og bera umhyggju fyrir hvert öðru. Og svo því fólki sem kennir okkur að sýna fordómaleysi í því að nálgast aðra. Þetta er fólki sem þarf umfram allt að vera okkur fyrirmyndir. Þetta er fólki sem ber áfram hinn raunverulegu og mikilvægu gildi í lífinu og þetta er konan sem við kveðjum hér í dag. Aðalbjörg Ólafsdóttir, Stella, fæddist í Borgarnesi 24. september 1937. Hún lést á Brákarhlíð í Borgarnesi þann 8. júlí síðastliðinn. Foreldrar hennar voru Ólafur Guðmundsson, fæddur 11. mars 1904, látinn þann 12. janúar 2000 og Áslaug Björnsdóttir, fædd 10. ágúst 1909, látinn 11. nóvember 1975. Systir Stellu er Birna Guðrún Ólafsdóttir, fædd 28. febrúar 1940. Þann 31. janúar 1959 giftist Stella Jenna Ragnari Ólafsinni, fæddum 27. apríl 1934 á Patreksfirði, látinn 7. apríl 2018. Foreldrar hans voru Óli Sigurjón Jónsson og Sumarrós Elíasdóttir. Börn þeirra Stellu og Jenna eru Áslaug Þorvaldsdóttir, fædd 3. febrúar 1957 og börn hennar eru Logi Bjarnason, maki Kristína A. Mæ, Gauti Jóhannsson, Sindri Jóhannsson, maki Alexía Margrét Jakobsdóttir og Elísa Jóhannsdóttir.
Áslaug á 4 barnabörn og 1 barnabarnabarn. Rósa, fædd 17. júlí 1959. Maki er Guðmundur Finnur Guðmundsson, fæddur 13. október 1956. Börn þeirra eru Erla Björk Atladóttir, maki Grétar Ingi Grétarsson, Guðmundur Ingi Guðmundsson, maki Sigríður Dúna Sverrisdóttir, Aðalbjörg Guðmundsdóttir, maki Magnús Sigurbjörnsson. Rósa og Guðmundur eiga 5 barnabörn. Birna Guðrún Jennadóttir, fædd 29. nóvember 1960, látin þann 24. nóvember 2023. Börn hennar eru Heiða Salvarsdóttir, Jenni Ólafur Salvarsson, Þorfinnur Gústaf Þorfinsson, maki Birta Sif Arnardóttir og Birna á 3 barnabörn. Ólafur Jennarsson, fæddur 2. desember 1962, látin þann 4. september 1999. Dóttir hans er Aðalbjörg Silja Ólafsdóttir. Ólafur á 3 barnabörn. Ríkidæmið hennar Stellu var því eiginmaður, 4 börn, 11 barnabörn, 15 barnabörn og 1 barnabarn. Stella var fædd og uppalin í húsinu sem kallað var Hornið í Borgarnesi, sem var sannkallað fjölskylduhús. Lífið í Horninu var ljúft í æskunni, en mikið af skyldfólki hennar bjó nærri og í kringum hana alla hennar æsku. Þegar Stella fæddist var pabbi hennar í vegavinnu og höfðu foreldrarnir talað að mamman kæmi skilaboðum til hans þegar barnið væri komið að Stubbur eða Stella væri komin. Þetta var til að láta hann vita hvort kynið væri og að barnið væri fætt. Þaðan kom nafnið Stella sem festist við hana og hæfði henni óskaplega vel. Þær voru 2 systurnar, Stella og yngri systir hennar Birna Guðrún og voru 3 ára á milli þeirra. Þetta var afslöppuð tilvera og samheldin fjölskylda og æskan var góð. Stella var mjög ákveðið barn og ábyrgðarfull stórasystir sem hélt ró sinni í gegnum skaflana. Þær systur ferðuðust mikið sem börn með foreldrum sínum, fóru í tjaldútilegur með prímus og nesti og ferðafélagsbækur. Pabbi þeirra var mikill lestrarhestur og fræddust þær systur landið sitt og menningu í gegnum hann og bækurnar hans. Sem barn átti Stella góðar vinkonur, frænkur og frændur. Leikvöllurinn var allt Borgarnes og tóku meðal annars þátt í skátastarfi með mikilli gleði. Eins og gerðist á þessum tíma fór Stella ung að vinna, en hún vann í Bjarnarbúð, kjötbúðinni og hinum ýmsu stöðum, en hún var alltaf ágætur námsmaður og bókneigð og fór í samvinnuskólann á Bifröst 18 ára gömul. Hún Áslaug var til þar og átti að fæðast í febrúar, en skólameistarinn kom í veg fyrir að Stella fengi að sitja í skólanum þennan vetur, þar sem hann vildi ekkert sjá óléttar stelpur á göngunum. Stella var mjög ósátt eins og eðlilegt þykir, en þetta kostaði heilan vetur í fjarvist frá barninu sínu. En sem betur fer þá kynntist hún svo manninu sínum, honum Jenna, á seinna árinu, svo happadísirnar héldust eitthvað við. Skólavistin gaf henni vináttu fyrir lífstíð og útskriftarárgangurinn hélt alltaf sambandi. Farið var í árlegt útskriftarferðalag, meira að segja til útlanda einu sinni, og það var sko aldeilis eftirminnilegt ferðalag, alla leið til Berlínar. Stella lauk námi frá samvinnuskólanum vorið 1958 og hófuðu Jenni búskap í Stykkishólmi þar sama ár. Þar bjugguðu í 10 ár, en Jenni fór að vinna hjá kaupfélaginu þar og fluttuðu í Norska húsið og börnin þeirra grínast með það sín á milli að vera uppalin á safni. Þau hjónin eignuðust 4 börn á 5 árum og var Stella heimavinnandi með börnin í Stykkishólmi, enda heilmikil vinna að halda heimili. Hún var fín og góð mamma, en ströng og stundum stutt í reiðina, enda mikið álag á henni og þreytan, baslið og mótlætið oft heilmikið. Hún var rétt 25 ára gömul þegar Óli fæddist, hennar 4. og yngsta barn. En í Stykkishólmi áttu þau ekkert af fólkinu sínu, þar sem Jenni kom frá Patreksfirði og Stella og Borgarnesi. Og það mátti oft skilja hana þannig að hún hafi verið mikið ein og einangruð á þessum árum. Lengst af án síma
og þó það sé ekki langt í Borgarnes í dag, þar sem hún átti fólki sitt, var það langt í burtu á þessum árum þegar bæði vegakerfið og bílaeign var allt önnur en í dag. Jenni var mjög duglegur á sinn hátt líka að sinna börnunum og búinu. Hann vann mikið og var félagslyndur, var í pólitík og fleiru, en þrátt fyrir þessi ár og strit togaði Stykkishólmur alltaf í þau eftir að þau fluttu í Borgarnes og nokkur sinnum að fara vestur í nostalgíuferðir. Hún Stella var ekki mikið fyrir að flíka tilfinningum sínum. Þurfti ekkert að vera að faðma í tíma og ótíma eða trana sig fram á nokkurn hátt. En börnin sín studdi hún alltaf, sama hvaða brölt var á þeim, þó hún var ekki alltaf sammála því sem þau voru að gera eða gerast í lífi þeirra. Ást sína og afkomendum sínum átt hún best með að tjá með mat, heimabökuðu góðgæti og nærveru þegar þau þurftu hvað mest á henni að halda. Hún var einstaklega mikil húsmóðir, bakaði og eldaði og var langt á undan sinni samtíð varðandi uppskriftir og framandi rétti og var alltaf að prófa eitthvað nýtt í eldhúsinu. Hún var líka einstaklega smekkleg og það var mikill gestagangur alltaf á heimilið þeirra Jenna og var Stella vinsæl meðal vina. Þau voru bæði vinstri sinni í pólitík og Jenni auðvitað á kafi í pólitíkinni, en hún tók ekki þátt í henni, en var auðvitað alltaf til að bjóða í kaffi og kökur og vera til staðar. Eitthvað hefur þó síast inn, því hún var alls ekki fyrir spilið Matador, því það var spil fyrir kapitalista. En þau voru hlýleg hjón og náin þau Jenni. En þetta var stormasamt hjónaband, en eftir svolítið tuð unnuðu vel saman. Hún stjórnaði og maðurinn hennar sagði, já elskan. Þau fluttu í Borgarnes þar sem þau bjuggu ætíð eftir það fyrir utan árin 1988 til 1995, en þá fluttu þau til Noregs þar sem Jenni stundaði nám og Stella vann ýmis störf. Í Borgarnesi rákuðu nýlenduvöruverslunina Brák í nokkur ár og eftir þann verslunarrekstur vann hún tíma hjá Mjólkursamlagi Kaupfélags Borgfirðinga, en lengst af vann hún á heilsugæslustöðinni í Borgarnesi við símsvörun og fleira og hún var mjög vel liðin þar og algjör lykil starfsmaður. Henni þótti ofboðslega vænt þetta starf og henni líkaði ofboðslega vel. Hún vann svo tíma í Brákarhlíð, en gigtin tók snemma yfir og fór hún á örorku. Stella var þó þeim góða eiginleika gædd að geta alltaf fundið verkefni fyrir sig þrátt fyrir að vera hætt að vinna. Hún var grúskara Guðs náð, þekkti vel sögu Borgarnes, þurfti að vita allt og undir sér vel í sínum eigin félagskap með bækurnar og iPadin, en hann opnaði heiminn fyrir henni eins og bók á seinni árum. Hún var eldfljót að tileinka sér nýja tækni, sendi SMS og googlaði alls konar þegar tölvurnar komu. Hún var late bloomer, eins og einhver sagði, og átti sín bestu ár þarna. Þau hjónin eignuðust sumarbústað rétt hjá Borgarnesi árið 1980 og sá sumarbústaður veitti þeim mikla hamingju. Bústaðurinn var hálfkláraður og landi lítið gróinn. Á þeim tæpum 40 árum sem þau áttu bústaðinn breyttist landið í mikinn og gróinn sælureit sem þau sóttu mikið í. En þau kunnu sko ekkert í ræktun fyrst, en allt ræktun eftir smá tíma. Jenni pjakkaðist í landinu, en Stella var meira inni við, las og grúskaði og sá auðvitað að ekki skorti neitt. Alltaf var nægur matur og ylur frá kamínunni. Þegar þau urðu eldri og starfsþreki minnkaði, héldu þau áfram að fara í bústaðinn. Helst daglega ef þau gátu, gengu hringinn eða fóru með mat til krumma. Þennan stað áttu þau saman og undu sér endalaust þar, þó áherslurnar væru ólíkar. Það helgaðist líka því að líkamlegt þrek Stellu til útiverka var mun minna en Jenna, en þarna dafnaði ekki bara gróðurinn, heldur þau tvö sjálf. En þann dag í dag fer Rósa dóttir í bústaðinn að hitta pabba sinn og eiga við hann spjall. Mögulega hér eftir verður hægt að spjalla við þau bæði þar. Eitt mikilvægasta hlutverki í lífi Stellu var þegar hún fékk ömmutitilinn. Hún var frábær amma sem átti nóga tíma í barnabörnin og afkomendur sína eftir hún hætti að vinna. Hjá ömmu áttu þau öll skjól og amma átti alla heimsins hlýju fyrir þau og amma lærði með þeim og bakaði með þeim, eldaði og föndraði.
Ekkert var ömmu megn og hjá ömmu var alltaf opið hús. Hún tók upp þann sið að hafa alltaf grjónagraut á laugardögum fyrir alla afkomendina og í kringum árið 1995 byrjuðu föstudagspítsurnar. Þetta voru pítsaveisslur með heimatilbúnum pítsum sem voru ætlaðar barnabörnunum og vinum þeirra og urðu svo vinsælar að önnur börn biðu eftir tækifæri til að vingast við barnabörnin til að fá boð í pítsurnar hennar Stellu. Já, hún Stella var amma með stóru A og lagði mikla áherslu á það við barnabörnin að þau menntuðu sig, en það var enda sama hvað börnin hennar og barnabörn afrekuðu, lítið eða stórt. Alltaf samglæddist hún þeim innilega og tók þátt í gleðinni. Hún var líka amman sem setti sig inn í allt sem var að gerast hjá barnabörnunum, enda einlægi áhuga sínum á öðru fólki og algjörlega fordómalaus. Þeim hjónum Stellu og Jenna fannst mjög gaman að ferðast og afrekuðu þau það meira að segja að fara til Tékklands árið 1967 í boði tékkneska kommúnistaflokksins. Þar tóku þau fullt af slætmyndum og sögðu frá ferðalaginu og lifandi hátt og hún Stella mundi svo vel eftir ferðinni að þegar dóttir hennar fór mörgum árum seinna á sama stað kannaðist hún við staðhætti á myndunum sem dóttirin tók á sínu ferðalagi. Þau Rósa og Guðmundur náðu að fara með þeim Stellu og Jenna í alls konar ferðir, bæði innanlands í Noregi og á Spáni. Á þessum ferðum var alltaf verið að velta fyrir sig lífi og landi og menningu. Rósu minnistætt þau voru í Noregi með þeim og fóru í Geirangursfjörð. Stella fór ekki bara niður að sjó, heldur varð hún að snerta sjóinn og hún var svo glöð þegar hún snerti hann. Rósa var ekki alveg að skilja þetta því þau bjuggu við vatnið, Mjösa í Noregi og hún sá ekki alveg muninn á vatni eða sjó, en á því var mikill munur að mati Stellu, en Rósa skilur þetta betur í dag. Það var einstaklega gaman að ferðast með Stellu. Hún spurði og spurði allt sem hún sá, fjöll og bæi, spáði sögur og staði, hvað tindarnir í Hafnarfjallinu og Esjunni hétu og fróðleiksfýsnin yfirgaf hana aldrei. Þau Stella og Jenni eignuðust part í húsi á Spáni og voru duglega að skoða sig þar Eitt sinn leigðu þau sig bíl og þurfti að endingu að taka eldsneyti og þá hófst uppi mikill ágreiningur það hvort ætti að taka bensín eða dísel. Þau leystu þetta á snilldarhátt. Þau hringdu bara í tengdason sinn til Íslands sem gaf þeim það frábæra ráð að þefa bara bensínlokkinu. Og þegar þau voru búin að finna lyktina því að þá var málið leyst. En þau hjónin hræddust fátt og voru lausna með. Eins og þegar Stella átti þátt í að stofna eldriborgarakórinn í Borgarnesi, þá hafði hún engan áhuga á því að syngja með. Sat bara í kaffinefndinni og Jenny gat sungið, en saman bröltu þau þetta. Það var henni því mikill missir þegar hann dó. Hann fékk Alzheimer og saman tókust þau á við þau veikindi, en varð allur á Spáni, einum uppáhaldsstaðnum þeirra. Þetta varð ekki eina áfallið í lífi Stellu, en Ólafur sonur hennar lést árið 1999 og Birna Guðrún dóttir hennar árið 2023, en í veikindum hennar fór Stella og tók yfir heimilið í margar vikur yfir 3 tímabil. Að missa börnin sín eitt af því allra erfiðasta sem nokkur manneskja getur nokkuð tíma gengið í gegnum. Og því miður ekki til neitt leiðavísi fyrir það eða hvernig á að takast á við svona gríðarlega sorg. Stella vann sig í gegnum það sjálf og vildi litla hjálp, enda komin að kynslóð sem fór í gegnum hlutina svona og þekkti lítið til áfallahjálpar eða sorgaraðstöðar. Þessi sorg kom að stað enn meiri áhyggjum, en stundum var sagt Stellu að hún væri atvinnumanneskja í að hafa áhyggjur. Þetta ein birtingamynd sorgar og áfallastreitu, vel þekkt, en okkar kona burðaðist ein með þetta. En það jákvæða var að þetta kom henni ekki til að loka sig af. Hún sótti alltaf í fólkið sitt, afkomendurna sína og Birnu systur sína. Það var hennar ættbálkur, það var fólkið hennar og það var lífið hennar. Stella blómstraði eftir hún flutti í blokkina og á Böðvarsgötunni. Hún sagði afkomendum sínum oft að hún ætlaði aldrei á elliheimili. En þegar að kom að því, þegar hún þurfti á því að halda, var hún ekkert að kvarta yfir því. Fyrir 2 árum fór hún í skólaferðalagi í Stykkishólm með samnemendum sínum úr samvinnuskólanum og hlaut byltu. Þá fór hún að Brákarhlíð, fyrst í Hvíldarinnlögn og svo í fast pláss í september 2022.
Það dáðust allir að æðruleysi hennar síðustu árin og því hvernig hún tókst á við áföllin, bylturnar og veikindin sem smátt og smátt rændi hana getunni til að búa á sínu eigin heimili. Til að byrja með var hún nokkuð brött og var dugleg að fara út að ganga og gera alls konar, en smátt og smátt gaf hún eftir og var mikið rúmliggjandi síðustu vikurnar. Stella kvartaði aldrei yfir örlögunum sínum. Það stórt orð að segja aldrei, en í þessu tilfelli á það við. Í staðinn tjáði hún þakklæti sitt fyrir alla hjálpina sem hún fékk í veikindunum og hélt kollinum að mestu fram á síðasta dag og rifjaði upp lífið eins og það var í Borgarnesi á árum áður. Hvað gustaði upp undir pilsið og leiðinni í skólana á vetrardögum, þegar hún vann í Bjarnabúð, í kjötbúðinni, hjá verslunarfélaginu og fleiri stöðum. Hún ræddi mannlífið, menninguna og staðina sem hún hafði upplifað í gegnum lífið. Því vararlega hamingju bara hægt að finna á einum stað, í huganum og mögulega í hjartanu. Hún fæst bara með því að eiga samhygð og umburðarlyndi með mannlegum eiginleikum okkar öllum og því að viðurkenna og sætta okkur við að við erum berskjölduð og takmörkuð eins og allir aðrir. Þess vegna langar mig í dag að við munum eftir því sérstaklega sem gleður og nærir þegar minningar Stellu sem sýndi hver hún var í raun og veru. Minningar konu sem elskaði kísur og bláa trabantinn sinn. Minningar besta kokkinn í heiminum sem fór ótroðnar slóðir í eldhúsinu og ferðaðist heiminn í kryddum og uppskriftum. Minningar ömmu sem var dásaleg og reddaði öllu. Og minningar mömmu sem hlúði alla tíð svo vel að sínum nánustu og hélt faðmi sínum opnum fyrir öllum í fjölskyldunni. Minningar systur og vinkonu sem var alltaf viðræðugóð, fordómalaus og trygglynd. Minningar konu sem elskaði rauðan lit og franskar, fann sér alltaf verkefni og var aldrei einmana og alltaf sjálfur sér nóg. Já, megi elskandi Guð gefa Stellu risastórt eldhús til að taka á móti þeim sem hún hefur misst í og fullt af stöðum til að fræðast í sumarlandinu og fallegast væri ef hún fengi fullt af kryddum og bókum með sér. Við hin sitjum eftir með hjarta fullt af þakklæti fyrir líf Stellu og fáum leið að íhuga hvað það sem skiptir okkur sjálf raunverulegu máli. Hvað getum við lært af lífum annarra og hvað það sem við viljum breyta í okkar eigin lífum? Því svona lífsins fyrirmyndir eins og Stella minn okkur óneitanlega á okkar eigið æðruleysi og hvernig við sjálf tökumst á við verkefnin sem við stöndum frammi fyrir. Því skulum við hér inni muna það að dásama það ljúfa og hversdagslegu í lífinu og þar sem við sitjum uppi með okkar eigið líf þá verkefnið að bera áfram kærleikann og vonina, að halda áfram að gera okkar allra besta og eiga samkennd og skilning. Ég bið þess að við leyfum óeigingjarnri elsku Guðs að gefa okkur kraft og hugrekki til að lifa lífinu í von og í kærleika. Guð blessi líf og minningu Aðalbjargar Ólafsdóttur, Stellu okkar. Amen.
á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun fyrir stell okkar, sem við felum þér hér í dag. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins og í þínar hendur felum við allan söknuð og alla sorg og allar áhyggjur vegna breyttrar framtíðar. Við biðjum þess að þú gefur hugrekki, góðmennsku og þrek. Myndu okkur á að við erum sköpuð góð til að gera gott. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Jesús sagði, ég upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Af jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú upprísa. Gef þakklæti fyrir lífstellu, æðruleysi gagnvart dauða hennar og fögnuð yfir upprisu hennar. Amen. Takið á móti blessun. Drottinn blessi þig og varð veiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn himneska frið. Í Jesú nafni. Amen.